Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, rauðaborðið á fullu skriði, eins og æðilega. Tilminning á Eyþór Eðvarðsson, tilefni til að ég öndal saman áður. Já. En tilefni þess að ég baði að koma núna var þegar fréttir af því að svarta fjaran, Reynisfjara, hún eiginlega bara farin. Já. Það sem var vinsalast af henni. Já. Og þá varum við hugsað til þín og þú náttúrulega áhamaður sjóminjar. Já. Og hvað hækkandi sjávarborð, ógnar það ekki sjóminjum? Já, við hugsum eins, það ljóst að það fór að líka þegar maður sá þessar myndir. Já. Ég hef eins og þekkir verið að fylgjast með strandminnum með allt land. Já. Og sérstaklega minnum tengt svona sjómennsku sem eru eðlismálsins samkvæmt í fjörunni og þetta eru margar af elstu minni landsins. Þetta eru verbúðar, naust, svona varir, svona einhverjar þurrkjallar og fleira sem hafa verið þarna úr grjóti og eru bara að fara og hafa verið að fara bara síðustu 30-40 árum og þetta er komið að kríti stig og svo maður veita bara að maður skoðar þessar verstuðar að það er farið að fjara undan bara í orðsins fyllstumerkingu og það þarf ekki mikið. Það var óveður 1984 þetta verið og þá fór mjög mikið að minjum í sjóin, bara brotnað undan. Já. Og svo þessi 10 ár sem ég hef verið að fylgjast með þessu svona, ég fer reglulega að heimsækja þessa staði, sérstaklega á Vesturland og Vestfjörðum og þá sér maður að það er að mjalla úr þessu. Sum ára gerast lítið, sum ára aðeins meira en það þarf ekki nema eitt stórt flóð, svona eitt stórt þá fer þetta mikið og menn sjá þetta berlega svona þegar maður skoða eins og með Reynisfjörðina hvað þetta er rosalega stórt og krafturinn í hafinu og þegar maður skoðar þessar myndir dýpið fyrir framan er svo mikið það er ekki nokkuð leið að búið til vardagarður framan þetta er bara líklega 20 metrar djúpt bara hallin á sig bara beint niður og brimið kemur alveg að þannig að allar aðgerðir eitthvað til að stemma brimið þær mun ekki leiða til neins þannig að þetta er bara spurningu tíma hvernig það brotna meir úr þessu og við séum þetta á Suðurlandinu það er mikið hreyfing á sandinum þetta kemur og fer en þarna brotnaði mikið úr og vand séð að komið tilbaka eitthvað að því en það getur þetta breyst það er að færast náttúrulega til gríðalegt magn en sést bara landið það sem er bara fer með ef það sér ástæð til að stoppa það og safnast það upp en þetta er alveg rosalega mikið bara, ég deila alveg þín mágjum af þessum með strandminnina því að þetta er svona flokkur minja líka sem eiginlega það er ekkert að skoða þetta það er skoðlins bara Vestfjörðum merkar minnir á Vestfjörðum eins og Önundarfirði það er rétt utan við Flatirinn, það er Kálverinn var verstuð, elstu heimildir sem þekktar eru frá 1600 og það var miklu fyrir róið þarna auðvitað það var ekki alltaf að skrifa niður en það er heil verstöð, bara alveg komplett, bara allar búðirnar heilar, nema þær eru komnar alveg í fjöruna, bara alveg í fjöruna. Og það er svona hægt að bjarga það? Nei, það er líklega bara ekki hægt, Það er aðstæðan svipuð og þarna Reynisfjörðin það er mikið aðdýpi. Það er vísu sker fyrir utan, kallað kálfur, og það var hugsanlega hægt að gera eitthvað þar með því að setja eitthvað ofan á þetta eða eitthvað slíkt. En það er vandséð að setja að stoppa þetta. Við fengum einu sinni sérfræðing þegar vorum að ræða þetta minjastofnun, hvað var þetta að gera og eitt sem var með okkur í hópnum þekkti til svona þýsk sérfræðing sem var á Íslandi sem var að vinna við þetta, að setja svona sjóvarnir og hann búinn að vinna mikið við miðbaug svona, og var með svona risastóra belgi, svona sandpoka úr plasti. Gátu verið 10, 20, 30, 40 metra langir, risastórir og þeir eru fylltir af sandi og svo setjast þeir bara og svo sest utan á þetta bara gróður og þari og sandur og þetta verður bara rif en þegar við lýstum aðstæðum eins og fyrir vestan til dæmis í Kotsvíkinni þeir heitir Látrabjarg og þegar hann frétti að því að þetta var alltaf 12 metra háar öldur sem var kæmið þarna fyrir utan þá sagði hann að hann mun ekkert stoppa þetta það gerir ekkert nema eitthvað risastórt grjót sem hreyfist ekkert þannig að það vand séð að setja að stoppa þetta er náttúruöflin eru svona kröftugustu myndarna þegar að brimið skellur á landi. Sko, eftir við töluðum saman síðast
að þá hunskaðist ég vestur á Snæfellsnes og skoðaði hérna Gufuskálavöruna. Já, velgerð. Ég mani þér okkar síðan samtala, afskaplega gaman að spjalla við þig. Búið að vera 10 vertiðar að það sko fyrir utan sko. Já, ok. En aldrei leitt hugan að þessu. Já. En ég fór vestur og mér fannst bara mikið til að koma. Já, og þetta er bara sem eftir er. Já, þetta er sem eftir er, já, ég vissi það líka, já. Drottningarhóllið sem er þarna, sem er eiginlega sterk vísbending það verið konur að í verinu og í verum og þarna fundið skartgripi líka, hringar og fleira. En magnið að beinum, það er ekki mikið að sjá þetta þarna, og jarðlögin bara hundruður ára aftur í tíman, fullt af fiskbein líklega í tonnum bara að talið þarna og bara restin, sko, svo búið að grafa hitt í burtu, þá náttúrulega var gerð björgunar þarna uppgröttur og það er þannig þegar forðlega fyrir að grafa í svona dóftir, þá takar allt, bara stein fyrir stein og bara stöðut neðar til allt er búið, þannig að það er aldrei neitt eftir þarna. En það var búið að rannsaka sunda þessu en flesta þessu fór bara í hafið. Já. Og það búið að setja þetta smá varnagarð fyrir framan núna sem á að hlífa síðasta hólnum. Það er svo sem virðinga verta, menn eru búin að gera þó allavega það. Já. Því þarna er alveg risa saga, þarna kom menn á vetravertíð. Já. Á Gufuskála, vetravertíð, sko. Já. Svo líka, sko, þá fer maður að hugsa líka að sko, sjómennirnir þá, þeir kunni ekki að synda. Sko. Nei. Þeir kunni ekki að synda. Já. Þannig að ef eitthvað mistókst í aðsiglingunni eða landtökunni, þá gætt bara, maður bara drukna bara 3 metra frá fjöru. Og skinnklæðnar líka var þannig að þeirra blotnar þá bara sekkur með honum. Þetta verður alveg nýþungt maður, það er að búið að bleita í þessu. En þetta var döðdómur eða átt kvöldi 8 tíðum í lendingunni. Og sérstaklega þetta suður frá brimlendingarnar á Suðurlandinu, það sem hafleysa var. Þar var ekkert auðvelt að lenda. Þá þurfti bara mikla lagni og allir þurfti að vita sitt hlutverk. Hvernig átti að gera þetta? Já, talandi það. Ég hef lesið talsveit sko, bara sko, útgerð frá Vík í Mýrdal. Já. Ég ráði þér, þá voru menn að lenda bara upp í sandin. Já. Þetta hefur örugglega verið kunstmaður að gera þetta. Og örugglega margir bátar farið þarna kvöld í lendingunni. Þetta gerir svo hratt þegar þarna, ef þú missir skipið með bátinn. Bara hann er að koma inn kannski þarna, reyna á þess inn og svo snýst hann kannski aðeins aftur á hlutun, komin á hlið og þá bara hvolfur hann. Og þetta gerist á núleitni eins og að segja íþróttunum. Þetta var ábyggilega hörku erfið og áhættu sem vinna. En núna erum við að tala líka sko austar við Vík, Kauptúnið, að þar byrjað að brotna úr varnargörðum og þar verðum við bregðast eitt annars fyrir vegurinn. Það er ekki ástæðulausu að menn spá því að eitt stærsti geirinn, bara atvinnugeirin, verði mannvirki gerða á næstu áratugum, tengt loftslagsbreytingum, þar sem það þarf að verja bæi og byggðir og vegi og svo framvegis. Sér bara á höfuðborgarsvæðinu, ég byggði út á Álftanesi og þar kom svo mikið veður fyrir árið síðan að varnargarðurinn bara brotnaði, bara rísa stór grjót bara, kom skörði í þetta og víðar á Álftanesinu, allavega 3 stöðum sem rofna bara garðurinn og þarna yfirborðar hækka og eins og var í fyrra, það var svo mikill áhlaðandi, yfirborðar voru mjög hátt og svo vonum þetta kemur bara brjála veður svona. Og þá stoppar þetta ekki, þetta sér þarna öldut að koma þarna margra metra háar og brimgarðurinn bara, þetta liggur aðeins neðar sko, þarna landið hérna við Kastur og Tjöndun og Álftanesi, myndi hvernig þekkir þetta, landið eftir hérna varnargarðurinn hér og sjórinn hérna og þú horfir á öldut að koma hérna bara rísastór og brotna bara og fara bara yfir sko. Og þetta er bara veruleiki sem við erum að horfa upp á því með loftslagsbreytingum að yfirbor sjávar að hækka. En við erum að tapa menningaverðmændum. Alveg klárlega, þetta er svo sorglegt. Hefðu við getað bjargað ýmsa því sem er nú ónýtt farið? Já, það hefði verið minnsta hægt að rannsaka það, skráða og rannsaka það. Það hefur ekkert, það er, við Íslendingum, við tölum svolítið við sem sögu eigin og við erum svo merkilega sögu og allt þetta sem er alveg hárrétt sko, en þegar kemur að því sem við raunverulega eigum í dag, svona fyrir utan bækurnar, það eru fornleifar og sérstaklega svona fornleifar sem eru ekkert á 3 metra dýpi upp til fjalllegstar sem mega vera í langan tíma en við erum að missa út eiginlega bara sjávarsöguna sem tengd er sjávarútvegi, bara þetta er alltaf hverfa
og þetta bara, í mínum huga þetta bara svipa á bara bókabrunni bara í gamla daga þegar menn tókst að bjarga í Kaupmannahöfn frá söfnurum sem voru búin að safna og náðu bjarga hlusum út. Þetta er ekkert aftur tekið, þetta farið. Nei. Mikið af sér óskráð bara, og þetta voru ekki flóknar minjar, þetta er gríðarlega saga eins og koma eins og kálverina sem að mér finnst bara vera sá staði sem á að vera forgang bara að rannsaka og skoða og þetta að gera. Við erum að verja milljónum í þyrlupalla og alls kyns útsýnis eitthvað og hinga á þangaðinu, svo liggja bara þarna heilu verstöðnar sem í þúsundur ára voru bara lífæðin fyrir alla bændur og alla sem voru á þessu svæði fóru í verið, voru þarna, sýndu sig og sáu aðra og þarna kynntist fólk og tókst á og þarna vinasambönd og allt þetta. Þarna erum þetta fisk, þarna dóumenn, þarna fóru margur í hafið, það voru sorgir og þetta er heill heimur. En það er eiginlega bara, ég veit ekki á hverju, það er eins og sé ekki áhuga á þessari sögu. Hún er bara hverfa. Ég held að sé fara með rétt, það var kannski gert fyrir, ég held að sé ekki ennþá búin að skrá kálverina. Það er búið að skrá sumstaðar eins og í Kollsvíkinni, það er búið að skrá þar og í Látravíkinni. En á flestum stöðum er ekki að byrja að skrá þetta. Íslendingar eru búin að skrá, ég held ég fara rétt með þetta, svona kringu 25% af fornleifum Íslands. Hvernig hljómar það? Svíjar eru búin að fara 2 umferðir öllu sínu. Við erum búin að taka 25%. Er það áhugaleysi bara? Bara áhugaleysi og sjávarrófið er svo svakalegt. Eins og Norðurlandi, það eru með mest konum með að skrá minjar sem er að fara og það eru farnir, sem sé Skagafirði, það eru farnir bara menn sem búa á jörðunum, þeir tala að sé farnir alltaf 100 metrar af þeirra landi. Og ferð á jarðir eins og hraun á Skaga sem var ysti í Skagafirði sem Skaginn og Skagaströnd heitir og það maður sér þegar maður labba þar í rekafjörunni, rísa rekafjara þarna að það mikið farið á landi og tóftir sem eru þarna hús, þau eru bara komin ón í fjöruna þannig að þetta að gerast mjög hratt og það stór fornleifafræði búin að vera í höfnum, hann ekkert langt frá og það bara björgunarleiðangur sem er að vinna til að bjarga þeir sem bjarga verður og menn eru oftast eiga bara sem eftir auðvitað ferða fyrst sem var næst sjónum og menn voru ekkert að byrja því að byggja eitthvað hús eitthvað upp í 30-40 metrar frá fjörunni, það var gott svæði alveg við fjöruna menn unnuð þarna var báturinn og þarna var fiskur verkaður og þarna var allt gert en það er bara verður að segjast eins og vera, það er bara ekki nóg mikill áhuga á að bæða á forvörnum að verja sem að þarf þú að verja og rannsaka það sem að þarf að rannsaka skráða og finna svolítið bara söguna bakvið, hvernig vorum við að gera þetta þetta er stór hlut af Íslandssögunni bara risa hluti Þetta er vantarlega vest við suðusturhöldina eða eitthvað Já, sjávarrófið er kannski minnst að missa þar það var svona hafnleysi svolítið mikið í Suðurlandið það voru ekki margar hafnir, það var bara Grindavíkin sem var svona að komast inn og Þorlákshöfnina og Stokkseyri þetta voru svona þessi staði sem byggðust upp vegna nálaði við sjó og hafnir og en sjávarrófið er mest á Reykjanesinu það er líka land sig, það sígur svolítið niður og hraunið er svolítið mýkra heldur en blágrýtið, þannig að brotnar auðvitað og svo er þetta á vestöstu hluta Vestfjarða og Snæfellsnesið þannig að Gufuskálin er svona dæmi þetta og öll annesinn á Vestfjörðum þau eru svona, og þetta hefur að gera með landið það er að bráðna Vatnajökullinn og svo lyftist aðeins upp það minnst sjávarrófið fyrir austan höfnum þar og svo fer þetta fer niður aðeins, þetta er ekki mikið 2-3 millimetrar á ári eitthvað svo fer þetta svo niður og smá saman fer þetta neðar og þetta er bara nóg til þess að það vera að naga í jarðin alltaf Sjávarstaðan fer hækkandi þar Já, hún fer hækkandi svo bara brimin eitt stórt brim það tekur þetta Já, eins og ótal dæmið sanna eins og dæmið sanna eins og sést til þess bara að þetta er Reynisfjörunni þetta var eitt stormur bara eitt storm það duði til þess að taka þetta allt og gjörbreytt allt bara gjörbreytt og ef maður skoða bara fjöruna þetta er sandur og grjót það er engin fyrirstæð í þessu þannig ef þú sprautar bara vatni á sand þá lekur hann og ef þetta eru stórar öldur margra metra háar gríðlega vassmagn í þessu
þá bara fer allt, bara lekur bara út. Það getur ekkert annað, þetta er dæmt til þess að fara, bara svo sorglegt þetta. Eigum við einhver aðra fjöru til að taka við af Reynisfjöru, veistu það? Svona sérstaklega, svartan sand og... Já, góð spurning, þetta er náttúrulega svakalega fallegt með þarna Stuðlabergið og... Já, og svo það líka. Og Hamarinn og þarna skjólið þarna. En hvernig við Hjörlausaðan, veistu það? Já, hann getur nú verið alveg mögulegur. Þetta er náttúrulega stórfenglegt svæði þarna. Ég þekki ekki nægilega vel þetta svæði, en þetta er fallegt svæði. Koma niður, en þetta er þetta hættulegt svæði líka. Fólk áttar sig ekki alveg á hvað hafið er þarna. Það er Reynisfjaran heldur betur. Já. Það er nokkuð mannslíð þar. Það eru nokkur búin að fara út af það. Já. Fólk áttar sig ekki á þessu, þetta er svo sterkt sko, og bara ef fólk horfir að myndir af þessu, þá sér maður bara hvað sem bratti niður. Sem því að vassmagni kemur á dýpi og þarna það bara þrýstist upp sko, þetta er feikilega og kraftur. Þetta er bara strax niður í bara hildýpi sko. Já, strax niður í hildýpi sko, og magni sem kemur svo nálægt sko. Þetta er annað að vera sker fyrir utan, þá brýtur skerað frá. Segja til dæmis á Álftanesinu, það var ruddur upp fyrir nokkur löngu síðan að fara út og teki skeri fyrir utan og því var rutt upp og búið til varnargarður. En það þýtti það líka að það braut líka, skeri braut áður ölduna, en nú kemur aldan bara óbrotin inn áður en fer í grjótið. Það er stærri fyrir vikið. Þannig að það er svona hluti að því að bróta upp ölduna, það er að vera aðeins fyrir utan sker, taka oft svona fyrsta pakkan. Já. En sko, ef við sjáum eins og núna, þessar nýjustu myndir úr Reynisfjöru, það er alveg ljóst ef ykkur svo staðins út með sjó þarna, hann er hvergi fótfestu. Nei. Það er bara ekki að ræða. Nei, bara sandur. Það er bara eins og fara bara í laugina. Já. Það þarf kunnátum til að synda í svona líka. Já, það er alltaf mikið krafta til að syndi. Já, tala um með eitthvað veður, þá sogið svo mikið út, sko, þú hefur ekkert í það. Það er það. Já. En hvað sko, býtu fyrir ég ætla að spyrja þig að ég sá þig og eitthvað fleira fólk í fréttum bara sannlega sumar sem leið. Já. Þá voru þið að víja eitthvað. Já, fyrir vestan. Já, þarna ég er með marga dellu sko, þarna landnámið og allt þetta, fornleifarna, þetta er svolítið mér hugleikið. Og ég er í fornminnefélagi Súgandafjarðar sem að byrjaði minn áhugi á þessu strandminni byrjaði þarna þegar ég svona áhugamar fornleif var afmælisfyrirlestur Kristján Eldjárn í Þjóðminjasafninu. Það sem var að vera að sýna þarna bara strandminni við hættu. Og mér var bara sár, bara reif svolítið í hjarta eitthvað þarna. Það var bara að missa, það var ekki að tala um þetta. Og við fórum þarna í fornminnefélaginu svolítið að skoða þetta, taka myndir af þessu og koma svolítið á laggirnar. En hlutaði sem við líka verðum að gera er að þarna svona að gera eitthvað með þessar minjar. Eins og til dæmis þarna í Staðadalum í Súgandafirði, það er byggðuð upp svona verbúð, svona sjóbúð, svona að fyrirmynd sem er líklega 1000 ára gömul úr Kollsvíkinni. Fengum þarna aðalega sem að býr í Kollsvíkinni til þess að tekna upp svona út frá því sem að er nú þegar sýnilegt. Því þetta var alltaf eins og við byggðum eina þar og svo þegar það var búið þá byggðum við líka landnámsskála. Þarna til heiðurs landnámsmanni Súgandafjarðar Hallvarði Súganda. Og byggðum þetta víkingaskála þarna upp úr sem var teknaður upp svona búið tilgátuhús eftir fornlega uppgrætti sem var í Arnarfirði við Hrafnseyri árið 1977 og stóð á Hrafnseyrinni þarna 890 eitthvað 900 bara landnám. Árni Rauðfeld átti að hafa verið þarna partur á honum og við erum búin að byggja hann eins og við höldum og talið er að skálan hafi verið svona á þeim tíma. Það er skemmtilegt verkefni svo þarna það veitum við engin hvort að Hallvarður Súgandi var til. Þetta var maður sem að talar í bæði Hugsbók og Sturlubók. Átti að koma frá Noregi og átti að koma frá Hörðalandi. En svo þegar fórum að tala um þetta og félagar okkar sem búið í Noregi líka hérna í félaginu, þeir fóru líka að skoða í Noregi, þá kemur ljós að það er svæði í Noregi sem að veit alveg hver Hallvarður Súgandi er. Og þeir telja að hann sé frá hérna úr Setesdalnum sem er í Ögðum, syðsta fylki Noregs.
og það gaf svolítið okkur svona byrjundi báða vægi að halda áfram með þetta og klára þetta því það er ekkert margir landarsmenn sem er svona sagt hvað þið bjuggu. Það kom frá Sætrum í Hörðalandi en þeir vil meina að það verið Sætrum í Setesdal sem að passa alveg sko, svo nýbú og græðupötta fornleifar akkurat frá þessum tíma, víkingatíminn sterkur og ekki nóg með það, ættarnafnið Hallvarður er þekkt á þessu svæði, búin að vera í árhundruði. Svo veit ég ekki með hvort þú hafi tekið svona testi apótekinu sem getur sko DNA, þetta búin að gera það. Ég gerði þetta, þú köpir í apótekinu bara, tekur munstró og svo stingur þetta bara í svona hulstur og svo rendur þetta út, svo farið tilbaka DNA-ið og það kemur ljósa, ég er súfyringur í allar ættir, bara af Vestfjörðu, bara alveg eins langt og Íslengaból nær og kemur ljósa, ég skildur bara mikið af þessu fólki sem er á þessu svæði og þegar Hallvarður sem að tók á móti okkur heimsóttu Setesdalinn í hittifyrra og þegar fórum Hallvarður heitir kallinn sem var áhersamastur með þetta og hann tekur mótið mér og fyrsta sem hann segir þegar hann sér mér sko, sæll frændi, segir hann Já. Nei, við erum búin að byggja hérna skála sem er alveg mögnuð upplifun. Eitthvað þetta kostar? Þetta er allt sjálfbávinna og bara gott fólk og nördar sko sem við fjármagnum til að byrja með, bara byggum til námski, fengum hlæslu, aðalega til að kenna okkur hlæslu, Kristínu Kjeldal og seldum minnað og þannig náðu að fjármagna helsta kostnaðinn. En við höldum bara sjálfbávinna sko, þetta tók 6 ár svona á sömurinn til að koma hérna og vinna í þessu. En svo ég var að segja líka frá því eins og með svona skála sko, þegar búið að kveikja upp í langeldinum. Þú setur inn í svona skála, þetta er 13 metrar á lengd, þetta er svona 6 metrar á breidd og svona tildulega hátt upp. Ekki samt alveg eins og Íslendingar halda hafi verið, þetta langt upp í loft, þetta bara hittast því sko, það er betra að hafa það að læra allir upp að hitta stjórnunina. Og þegar búið að kveikja upp í langeldinum, þá gerist eitthvað galdur. Það er bara, ég líði ekki fyrsta skiptið, við erum búin að vera djöflast í þessum skála í 6 ára búið til og svo var allt saman komið og búin að byggja allt setið og þilinn og allt eins og þetta var leitt út bara samkvæmt tekningunni sem að vita svo kveikju upp í langeldunum með fullan skála allir að kjafta, svo kveiktu upp og þá þagna allt eins og skot það bara féll svona dúnalogn bara og þá horfðu allir í eldinn og hlusta á brakið í eldinum og reykinn kom upp, lyktin kemur í skálan, skuggarnir kastast á veggina og maður skilur þarna við langeldin af hverju með sögðu þessar sögur því þarna er mómentið sem að allir er að hlusta og ímyndun alveg fara alveg lausan tauminn og við erum með á hverju ári á vestfirska fornmyndeginum sem voru partur á svona Aktalónhátíðinni í ágúst og þá fyllum við skálan bara auglýsum allt ókipis og þá erum við svona sögustundir þá kemur einhver aðilegur að segja sögu sögðum að það séðst frá að tala Grettir Ásmundsson og þegar glímdi við Drauginn Glám það er náttúrulega alveg sko, bara algjörlega umhverfi sko þegar Grettir Glámu kemur inn sko heldur í feldinn og horfir í eldin og allt þetta sko passa svo inn, Ólína Þorvara var að kveða í fyrra það er alveg bara magnað og bara hlusta á söguna þannig að ef þú átt eitthvað ferði Súgandafjörðinn í ágúst þá verður að kíkja og finna þetta bara og tíminn bara flýgur sko þetta er langeldurinn horfi eldin og heyra á mig, ég er alveg heillar yfir þessu fyrirbæri sko, þessi langeldur Þarna hefur þreita lekið á fólkinu Já, segðu maður sitja þarna og horfi í eldin það er eitthvað við að horfi í eldin svona það er nú ekki ólíkt líka að hafa Ólínu að kveða Já, hún kann þetta maður ég hef heyrt Já. Svo sagði Sigurður okkur frá því maðurinnar sagði okkur frá því hvernig þrælihaldi fyrir tíma vistabandinu hvernig þetta var þetta var ekkert auðvelt og hann rifja upp hvers vegna Íslendingar voru á árabátum fram eftir öldum að fara á sjóin sko meðan allar aðra þjóðir voru á skútum okkur voru Íslendingar einir á árabátum allir hinn á skútum hvað rugl var það? Fór yfir pólitíkina bak við þetta landbúnaðurinn átti þetta hann stjórnaði þessu
það var banna danskan kongnum að sagt bara að mig ekki gera þetta og lög voru sett og mér mátti ekkert vera að stunda viðskipti með svona fisk við aðra og þannig að þorpið byrjaði ekkert að myndast fyrir aldamótin 1900 og þá fór þetta að breytast, þá fór að myndast almennilega svona stemming á Íslandi, borgarastemming, þéttbýli fór að myndast, þá kom iðnaðarmennirnir, fram að því var þetta allir bara á bæjum, bara vista bandið, bara, þú varst ekki vist eitthvað stað, þú varst bara sektaður. Þarna byrjaði þetta allt saman sko, þarna, og verstöðuna eins og verið vestan, þær byrjuðu náttúrulega lungu fyrir þeim tíma, en svo byrjaði menn að búa í þessum verbúðum, þarna eins og í Súgandafirðinum og í Bolungarvíkinni sem þarna á svipumslóðum sko, og svo fórum menn bara að flytja inn í þessar verbúður og bjuggu þar, og svo smá saman þróaðist þorpið og byrjaði að byggjast upp. Þetta er svona sama saga aðstarðan á Vestfjörðum og við á Íslandi. Þetta er heillandi saga, afskaplega áhugaverð og mjög pólitísk og Sigurður náttúrulega alveg snillingur að tengja þetta saman sko. Sigurður Pétursson bara afskaplega gaman aðlið sem að skilur algjörlega hvað hann að tala og setur þetta í samhengi og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við upplifa svona pressu á Íslandssögunni, þarna einhver valdstjett bara á þetta og stjórnar þessu og ræður þessu og við skulum bara halda þessu svona. Já, og svo skýrt með afkomi ykkur sem að eru aftalega í kokkun á rauðinni. Já. Og þá fór þetta alltaf að gerast, þá komu vélarnar í bátana og verstöðarna svolítið þarna hurfu. Þá þurftu menn ekkert að róa frá Ystu Annesjum, það sem að styst var að miðin, menn þurftu bara að hafa einhverjar hafnir og þá fór að koma þau fyrir að byggja bryggjur. Þurftu komið bátunum á og landa og þarna svo smá saman þróast þetta upp í þessum í dag. En þessi tími þarna aldamótin 1900, þetta var svolítið umbreytingatími fyrir Íslands samfélag. Já, þegar vél var sett í fyrsta bátinn, það var á Ísafirði. Já, Stanley. Já. Og þá voru sko fólk, hélt þetta að vera alveg glatað, því að vélarhljóð myndi fæla fiskinn sko. Já. Já, það er bara. Já, ok. Já. Fólki hélt þetta bara. Eða ekki voru ykkur sem með þessar kenningar, það myndi aldrei ganga. Já, það var alveg öruglega nóg af úrtölufólkinu. Það mun aldrei virka, alltaf róið til fiskjar. Og vélstjórinn sko sem að var aðalmaðurinn í þessu. Já. Og svo voru að fara út í Bolungarvík. Já. Og hann tók eitthvað 12-13 gamla son sinn með og hann var bara fordæmdur fyrir þetta. Já. Það verið að setja barnið borðið þetta. Já. Það fólk hafði enga trú á þessu. Nei. Já, gaman að ég hef ekki heyrt þessu sögu, gaman að heyra þetta. Já. Við erum alltaf svo hræddu breytingar, maður var alltaf betra þetta í gamlan daga. Já. Herru, Eyþór, þetta er búið að vera virkilega gaman. Já, bara sömulegis, alltaf gaman að hitta þig. Já, herru, takk vel fyrir komuna. Mín ánæginn. Og Rauða borð heldur áfram eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.